Guðrún, fyrstu tilfinningar bara eftir svona rosalegan leik? Herðu, ég bara hrikalega stolt af liðinu. Já, það svona það sem, hvernig mér líður, bara ótrúlega stelpur og frábær liðsheild og já, bara stolt. Það var kannski ekki mikið stigaskor frá bekknum eða bara eiginlega frá öllu nema bara Emilí og Kiru. Hafðirðu einhvern veginn áhyggjur af því að þetta væri of einhlítar sóknir hjá þér? Nei, alls ekki. Ég meina, Kira var bara í veislu smá. Hún dræfaði bara körfuna og kikkaði hann út og var að setja hann líka. Náði að fá nokkra villur á þær og það hjálpaði okkur alveg klárlega. Já, villunar og vörnir, svona hvað fannst þér vörn þinna stelpna í kvöld? Herðu, hún var bara mjög góð. Við lögðum mikla áherslu að leggja að stoppa útlendingin hjá þeim og Þóru og ég held að það hafi bara tekist ágætlega. Ég meina, þetta er ekki búið, þetta er nú bara fyrsta skref í átt að titlinum. Algjörlega. Þetta er bara eitt skref í átt að titlinum og leikurinn á laugardaginn, við förum bara fyrst og fremst inn í hann til að njóta og það er heiður að fá að spila í Laugardalnum og já, fyrst og fremst förum við bara að njóta og adrenalíni kemur með. Seinast þegar þið komist svona langt á var ykkur hent út í undanúrslitunum en núna er konið í bikarúrslitaleikinn. Þið fylltu neðri partinn á stúkunni, þarna heldur að þið geti ekki fyllt aðeins betur upp í næsta leik? Jú, vonandi. Það er þorrablót kvöldið á laugardagurum, þannig að ég legg til að allir mæti og fara svo bara beint á þorrablót. Það hljómar bara vel, bara út þess að fría sæta verður aftur. Því að þessir áhorfendur, þeir eru stórkostlegir, þeir eru klárlega sjötti maðurinn, öskra okkur alveg í gegnum leikinn. Alltaf, takk fyrir þetta.